Kom draumanótt með fangið fullt af frið.
Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda biðjum. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Í Davíðssálmum segir: Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í honum hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar,
Læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold, miskunn drottins við þá óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Amen. Í opinberunarbók Jóhannesar standa þessi orð: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himnum frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið.
Og sá sem í hásætinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrt til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sórar upprás koma þær að gröfinni. Það sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því að leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Æra til þín.
Hvað boðar blessuð nýárssól, segir í nýárssálmi Matthíasar Jochumssonar. Og nú gægist þreytuleg sól nýs árs innum glugga á miðjum degi með fyrirheit að hún mun hækka á lofti. En spurningin er, líkt og á kristnir menn hafa ávallt spurt, grandskoðað, íhugað, hvað verður á nýju ári? Hvað boðar sólin? Hvað boða áramótin? Og það liðna sem gengið er, mun það marka og móta það nýja. Áramóta spurningarnar eru í takt við spurningar okkar okkur sjálf. Hver er ég? Hvernig hef ég farið með líf mitt og þær gjafir sem ég hef notið? Hvernig hef ég mætt meðbræðrum mínum og systrum? Eru verk handa minna góð? Skil ég eftir góðar minningar hjá þeim sem eftir lifa? Og hvað tekur við þegar þessu lífi lýkur? Er það myrkur eða tóm? Ekkert? Eða er það líf í Guðs ríki? Við sveiflumst þannig milli vonar og efa, aldrei viss en vongóð, umfram allt í auðmýkt og þakklæti fyrir þá daga sem við fáum að líta, sannarlega erfiða og sára suma, en aðra daga bjarta og glaða. Í Davíðssálmi er fjallað 1000 ár, að þau séu í augum Guðs sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn og að drottinn hrífi manninn í burtu sem í svefni, það sem var sem gróandi gras, að kvöldi fölnar það og visnar. Og síðan klikkir höfundur sálmsins út með þessum orðum: kenn oss að telja daga vora að vér megum öðlast viturt hjarta. Þetta er sálmur fallvaltileika lífsins, það hversu lífið er stutt og fyrirséð og undarlegt. Og þessi Davíðssálmur er líka fyrirmynd Matthíasar Jochumssonar, innblástur þegar hann orti þjóðsöng okkar, lofsöngin. Og það er merkilegt að þjóðsöngur okkar er trúarleg lofgjörð sem aðgreinir sig rækilega frá flestum öðrum þjóðsöngum, þar sem ágæti þjóðar og fósturjarðar er vegssamað og sagt meira en hjá öðrum þjóðum, oft innblásið af rembingi, hernaðarhyggju og hinu sterka og gróða harfnað. En hvað segir Íslendingurinn Matthías? Við erum þjóð, eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár, sem tilbiður Guð sinn og deyr. Við erum smá, en í smæðinni erum við stór. Okkar andartak er hluti af 1000 árum. Tár okkar eru hluti af eilífðinni og eilífðin væri ekki söm ef þar væru ekki líka okkar litlu tár. Eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár, þannig er gott að vera. Í auðmýkt erum við heil og sönn. Í vanmætti okkar styrk, í veikleikanum öflug. Við kveðjum í dag góða konu sem átti sannarlega viturt hjarta.
Ingibjörgu Júlíusdóttur. Hún var fædd þann 23. júní árið 1934 og kvaddi að morgni gamlársdags. Foreldrar hennar voru þau Júlíus Helgason og Laufey Helgadóttir. Hún var 1 barna þeirra, af þeim lifir Sigrún. Föður sinn missti Ingibjörg við 2 ára aldur, þannig að aldrei þekkti hún hann. Síðar giftist móðir hennar Halldóru Jónssyni og eignuðust þau 3 dætur eftir lifir Ósk. Ingibjörg átti með fjölskyldu sinni uppvöxt í Smálöndunum ofan Reykjavíkur í algjörri sveit, svo að segja, þrátt fyrir nálægðina við höfuðstaðinn. Að lokinni hefðbundni skólagöngu fór hún í kvennaskólann og ávallt minnist hún þeirrar veru með hlýhug og þakklæti og vináttu skólasystra kærra allt fram á þennan dag. Ingibjörg fór síðan að Hvanneyri og starfaði við bændaskólann og þar kynntist hún Karli Torfasyni sem þar var við nám. Þau felldu hugi saman og gengu í hjónaband árið 1953. Karl lést árið 2004. Guð blessi hann og geymi. Þau eignuðust 3 börn. Elstur Torfi Júlíus, kona hans Ingunn Jóhannesdóttir og eiga þau 4 börn og 9 barnabörn. Þá Viðar, kona hans Kristjana Höskuldsdóttir, eiga þau 2 syni og 2 barnabörn. Yngst Laufey, maður hennar Valur Elías Martinsson, þau eiga 3 börn og 2 barnabörn. Ingibjörg og Karl, þau góðu og samhentu hjón, bjuggu í Stykkishólmi í tæplega 20 ár. Ingibjörg sinnti þar húsi og heimili en starfaði síðan í fiskvinnslu þegar börnin stálpuðust. Í Reykjavík vann hún síðan á aðalskrifstofu Tryggingamiðstöðvarinnar og síðar í lögfræðideild Landsbankans til starfsloka. Karl var lengi starfsmaður í Gunnarsholti á Rangárvöllum og þar höfðu aðstöðu til að dvelja og vera og sá staður var þeim kær. Og ég flyt góðar kveðjur frá Sveini Runólfssyni, fyrrum landgræðslustjóra, og Oddnýju Sæmundsdóttur, konu hans. Í Gunnarsholti varð þeim öllum vel til vina. Áttu saman ógleymanlega stundir í reiðtúrum og náttúruskoðun og samband þeirra hlýtt og gott í gegnum árin. Við starfslok tóku þau Karl og Ingibjörg sig upp og fluttu hingað í Borgarnes til að eiga ævikvöld sitt, kannski í nágrenni við staðinn þar sem þau kynntust, eins og til að loka hringnum. Þau voru afar samhent hjón, hvort öðru bestu vinir og sjálf sér nóg, en þau voru líka gefin fyrir samneyti við aðra, störfuðu lengi og nutu lífsins með félagsskapnum kátt fólk í Reykjavík, tóku þátt í starfi eldri borgara hér í Borgarnesi og í kór eldri borgara árabil. Ingibjörg var myndarleg kona og hafði góða nærveru. Hvar sem hún kom að verki gerði hún vel, vann sitt af nákvæmni og samviskusemi, hafði mikinn vetnað fyrir verk sín. Var glöð, jákvæð og samviskusöm. Hannyrða kona mikil og ávallt með eitthvað nýtt á prjónunum. Var vönduð og hjálpsöm,
lét sér annt fjölskyldu sína eðlilega og barnabörnin voru henni að sjálfsögðu afar kær. Hún var vakin og sofin yfir velferð þeirra og líðan og líka vinur þeirra og félagi, ráðholl og uppörvandi. Námsgáfur átti Ingibjörg góðar og hefði gjarnan kosið að eiga lengri skólagöngu ef efni hefðu verið til. Hún var afar fróð, víða, vel heima. Hafði áhuga á sögu og landafræði og vissi mjög margt mannlíf og héraðssögu hér slóðir. Þau Ingibjörg og Karl dvöldu í Danmörku í 2 ár þegar Karl fór til framhaldsnáms í landbúnaðarfræðum. Þau efni var Ingibjörg mjög áhugasöm og hún stóð ekkert álengdar fjær heldur tók mikinn þátt í námi Karls, las fræðin með honum, ræddi þau og settist líka á skólabekk. Hún lagði sig alla í þetta verkefni og þessi dvöl var þeim báðum mikið krydd í tilveruna. Þau kynntust danskri menningu vel og nutu dvalarinnar. Og ferðarlög til útlanda voru Ingibjörgu mikið yndi. Með kærri vinkonu sinni og góðum ferðafélaga Vigdísi Djakk fór hún víða og þær áttu indælar og líflegar stundir saman. Nú síðari árin dvaldi Ingibjörg í Brákarhlíð. Þar átti hún góðan tíma og leið vel. Fjölskylda hennar þakkar starfsfólki og heimilismönnum Brákarhlíðar. Í hendi Guðs hver ein tíð, segir í áramótasálminum. Einnig þegar við fæðumst inn í þennan heim, líf okkar frá einni stundu til annarar, hvernig við förum með eða nýtum gáfur okkar og gjörfileika. Allt það óvissu bundið en samt á einhvern dularfullan hátt í hendi Guðs. Í sálmi Arnórs Jónssonar frá 18. öld að finna sterkan vísdóm. Þar segir: svo lifa sérhver á sem sálast eigi, en andast eins og sá sem aldrei degi. Þannig segir skáldið að okkur sé hollt að lifa eins og hver okkar dagur sé hinn síðasti. Grípa daginn, þessa stund og nýta til fulls. Carpe diem, kallast þetta á latínu. Og mæta síðan dauðanum óttalaust eins og hann sé ekki, í þeirri vissu að við munum eignast nýjan himinn og nýja jörð. Svo lifa sérhver á sem sálast eigi, en andast eins og sá sem aldrei degi. Drottinn Jesús segir: sá vilji þess sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Nú hefur Ingibjörg fengið hvíld sína og dagar hennar ekki meira á jörðu. Við kveðjum hana í þökk, í auðmýkt, þökkum allt það sem prýddi hana og hversu vel hún fór með allt sem henni var gefið.
Þökkum ljúflendi hinnar og elskusemi sem einkenndu hann alla daga í velgengni sem í andstreymi. Guð blessi og helgi minningar ykkar allra. Guð geymi þig og gæti í friði sínum Ingibjörgu Júlíusdóttir. Guð sé okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í dauða. Í Jesú nafni. Amen. Takið postulegri kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem hól þig og þér helgar sitt líf. Með andemum síldúnum svarandi sefaði harma, hún vaktir, hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. var skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr.
sem onn þér og þér helgar sitt líf. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdarlýð þínum Ísrael. Amen. Biðjum. Faðir vor á himnum, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs sem þú hefur endurfætt oss til, fyrir uppreissu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Ingibjargar Júlíusdóttur sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit oss í trúnni á þig, að vér megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist. Lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Allar bænir felum við í bæn Drottins og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Allt eins og blómstrið
drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir uppriðissu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég uppriðsan og lífið, sá sem trúar á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dauðum ró og hinum líkn sem lifa. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Son Guðs, sýndu
sín.